Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 28. janúar. FM 9 fyrir blöður hafið göngu sína. Ástæðan fyrir að við erum ekki alveg tilbúinir að við vorum að horfa á landsleikin þetta frammi. Hvernig staðan nákvæmlega epidu? Velkomin heim. Ég veit ekki hvort það sé fyrirlega en þá Egill Einarsson. Ertu komin að kipa bandun að mér? Ég veit það ekki. Það var verstu fréttir ævi minna. Já, það fundur hjá mér og öðrum stofnendum félagsins. Hvernig gastu verið það úti í svona 8 mánuði? Ég hefði getið verið lengur. Fórst í september? Ég geti spurt þig á móti, hvernig getur þú verið hérna? Herru, segðu núna. Ég hljóp út í morgun. Það ágætlega bjart. Málið í morgun var ég bara að klippa út og rópaði kartöklu 10 í morgun. Og ég segi ykkur fucked up shit. Ég fór í klippingu á aðfangadag og síðan klippti ég ekki hárað á mér frá aðfangadegi til 28. janúar. Það fucked up shit. Já, er eitthvað að því? Nei, þú vanalega að fara í klippingu á viku til 2 fresti sko. Já, þetta rosalega fucked up shit. Þú fórst ekki klippingu á tenni, þetta svona aðeinslega staðar. Ég fyrir klippingu á svona 3 mánaða fresti. Ég hljóp út á sporthúsinu, ég fekk svona hliðarhríð í andlitið. Í morgun? Já, þegar ég leiðin í klippingu. Ég hljóp út, ég sett inn í bíl. Jú, það var smá í morgun. Ég sett inn í bíl og eins og ég verið út í mánuð. Ég var hvít. Ég er svona 6 sekundur að hlaupa á sporthúsinu út í bíl sko. Segðu mér frá horfur út núna, hvað segirðu? Byttu. Frábært. Já, það er ekki svona í morgun sko. Sko, sumari verður komið áður við vitum af. Ég er einhvern veginn að detta bara í svona smá vorfíling. Ég veit alveg að februar og mars eru eftir. Já. En ég einhvern veginn, það er að byrta til. Ég meina fyrir mér að komið bara. Er það? Já. Þú veist ef það er þannig ból, sjá, hvað? Ok, ég hef aldrei séð hálsmál jafn meðal á, er þetta vaff eða? Nei, það er bara svona tegðu bólur. Ég var ekki hérna Áls að vera leðilegur. Við vorum að taka upp í gær Studio show af Blöðkastinu, sem kemur á þriðjudaginn. Hvað varst þú ekki með eitthvað yfirlýsingar og tættur það í bólum? Já, kemur svo daginn eftir í ljótasta ból sem ég sé. Já, sko, máli er að ég Þetta er sunnudags rungból Ég var aldrei séð svona. Ekki kalla þetta sunnudags rungból. En öllu kannar slepptist þetta. Fjölskyldumaður, sko. Þessi bólur hræðið. Bara hættu þessu. Hvað er þetta? Þetta er svona eins og hérna Popeye, hvað heitir hann? Stjámið blái. Má ég fá að tala um það ból? Ég var aldrei séð svona. Ég var búin að segja við ykkur að ég væri farin í t-shirtless lifestyle. Já, það er í gær. blöðkastinni mynd sem kemur á þriðjudaginn. Já, ég sagði ykkur það bara í gær. Já, því miður var, ég sá þáttur ekki komin út af því að En af hverju er þetta ekki í skirtu? Sko, máli er að ég er ekki bara, ég er búin að segja ykkur þetta drengir. Ég bara gleymd að þó bóli, þeir voru óhrinn á tauinu, ég átti ekki bóli í 2-3 daga, ég sagði fuck it, ég nenni ekki verið í bólum, þannig ég fór bara verið í peysum, beint í peysu, ég fíla, I liked it. Og skirtum? Já, fattaði ég ætti fullt af skirtum, fór í þær og svo fann ég þennan. Þetta er bara bóli sem ég örugglega ekki verið í einhver ár. Nei, og það er alveg ástæðan fyrir. Þetta er þægilegum. Ég veist okkur. Það er eins og sér búin að gera gata á lag. Þetta er stærstu bóli. Það er líka allir svona tættur. Hálsmálið er bara á naflanum. Hann er ekki röngur. Já, sko. Nei, þetta er ljótuból. Ljótur, mér finnst það góður. En þannig að þú búin að leggja skirtu, hvað bóla, hvað kallar þetta? T-shirt lifestyle. Já, takk, ok. Já, þannig að þú búin að leggja því strax. Nei. En talandi um blöðkastið, sko við verðum alltaf kæfti. En það er þátturinn á þriðjudaginn er rosalega fyrir þær sakir að við erum í mynd og Steindi. Ég kom honum óvart og hann reynir við 10 pulsur með ölluðar. Ég ætla ekki að segja hvort það heppnast eða ekki. Fólk bara að sjá þetta bara á þriðjudaginn. Einu sem getur lofað er high quality entertainment. Já, 10 pulsur mættu í blöðkastið og já. Jafnvel stuðlum þetta. Hérst að hann gæti að klára þetta eða ekki. Já. Bara veltu steinu. Já, ég er til ég. Hvernig er það að koma aftur Egill? Föstudagsþátturinn. Það er alltaf svo mikið stemning einhvern veginn að mæta þetta föstu. Já, þú veist, ef ég væri ekki þetta með ykkur hérna, þá var ég úti. Það skilur þú veist. En fyrst ekki verið ástæðan við komum heim er bara, þú veist, að við erum með að sjó og ég skil ekki hvernig mennur þessu. Já, sko, ég næði ekki svona lengi. Ég elska þetta. En málega, sko, ég segi, sko, að vera lengi er þægilega en að vera stutt. Að stutt á þetta bara svona í keisla, mikið stress, þannig ertu bara silki slagur og hótelherbyggi eitthvað, ertu ekkert verið að sakna þess að vera bara heima og horfa á eitthvað gott í sjónvarpinu og vakna í rúminu. Mér langar að segja já, en nei, ég bara sakna þess ekki neitt, sko. Líður illa heima þér? Nei, alls ekki, sko. Þú veist, ég er ekki að mansion, skilur ég er að tiny little crib, þú veist, en ég líður ekkert illa, sko. Nei, en ég tek kottana með út. Já, ég er að menna það er að segja, ég læti mig líða eins og heima. Ertu heima, kæri Egill? Já, ég víst, já. Ég er mikið heima, sko. Ég meinti það meira. Já, ég líður mjög vel heima. Ég vil bara í vinnuna eða heima. Ég er rosa heimakæð líka. Ég vil hvergi vera. Ég veit ekki, þetta er bara, þetta rúlaði þægilega. Gríslingurinn var þægilegur hana, svaði í nóttina, þetta var ekkert vesen. Sunshine á daginn, reyndar svo, ég lendi í verstu viku of all time, vildi Svali meina.
Já, sagður okkur það í Já, blöggastinu en fyrir það hérna. En sko málið sem fullkona líf væri bara ef að þið myndu sippa ykkur út flytja út og ég myndi flytja út líka, þá bara væri við þar. Ég myndi ekki flytja þetta til henni og sko, fyrir Svali elskar það, sko. Já, kona mín Jú, ég get alveg hugsað mér það kannski Rakel myndi aldrei neina það, sko. Hún vil ekki verið sjöð. En okkur ekki flytja til Ítali? Já, sæna minna það líka, bara einhvers annan staðin hér. Hvað Það segði mig hvert ég að fara og ég fer. Ég bara svona rétt að koma inn á stórfréttir. Hvernig fór leikurinn? Það er jafntefli, 27-27, leiktíminn er búinn. Íslendingar töpuðu með því að ná ekki að skora á tómt mark. En nú þarf ég pónsuna hérna, hvað þýðir það? Hvað þýðir 27? Ég er með þetta að vera framlegging. Það er framlegging þá? Það þýðir að sé bara framlegging, það hlýtur að vera. Það þýðir ég tapaði betturinn mínu. Ég held ég búið að vinna 1 bet á EM. Nei, draw is no bet, er það ekki? Nei, Er það ekki Egil sett á Ísland þegar stöðum var 6 þegar lossarar voru að rústa okkur. Þetta er bet lost. Það hlýtur að vera samt bara hvernig leikurinn fer. Heldur þú að búkinn sem var að gefa mér eitthvað breyk hérna? Men sendu tölvum og segja bara, hvað er í gangi þetta? Leikurinn er ekki búinn. Ég er búinn að fá þetta. Lost. Akkur heldur að sé búið að loka á Steindi að veðbúðum. Það er pottet út af svona póstum. Þannig að þið látið í sér heyri þarna. Er það meil á liðið? Nei, ég er ekki að meila alveg típan. En hvernig getur við betta á þetta núna? Framlíking að betta? Ég er til að tapa meiri penning. Er overtime? Það er ekki gott fyrir þáttin okkar. Það er fólk er að horfa á þáttir. Já, kannski fólk skal hlusta á vísi og svona. En af hverju þetta vera fucking ok, jú, alls dónskap. En það er overtime sér þetta. Já, auðvitað, það er að spila 15 seti. Það er að spila háanseti. Yes. En allavega, við drengir, ef Ísland, sama hvernig það gerist, ef Ísland lendir í því að komast á HM vinnur sinn sæti, erum við ekki alltaf að fara? Jó, það er í Svíþjóð og Pólandi stutt að fara og ég líka bara Þú Svíi, blöð? Já, ég prata lítið svenska. Ég förstår mer en ég prata. Þú veit ekki hvað að segja. Ég er ekki svenskir eins og ég. Varst þið í Malmö? Þú sagðir þú skilur meira en þú talar. Það er rétt. Ég var í Finnsbóm sem var einhver mesti skítabær sögunar en er rétt hjá Norrköping. Það getur ykkur verið að hlusta það núna? Nei, ég held að séu 300 manns þarna eitthvað ef einhver að hlusta þátt núna. Varstu þið an asshole? Var ég þetta shit? Já, þú veist, í þessum bæ? Já, nei, ég var 10 ára. Ok. Þannig að ég var hvorugt held ég. Varstu þið shit í grunnskóla? Nei, sko, ég sagði ykkur nú frá þessu í blöggastinn einhvern mann. Ég var svo eini í bekknum sem átti ekki fjallahjól. Ég átti bara BMX-hjól. Ég þurfti að ljúga heimsmeistarinn að átti einhvern mann, sko. Það var allir komið. Pappi, við sem flytjum til Svíþjóðar því að pappi ætlaði að fara að vinna sem flugvirki hjá SAS en það gekk ekki betur en það. Hann var að vinna í klósett pappisverksmiðju og á freka lágum launum. Fenguðu þið pappír? Hálfur skellur. Já, ég gæti alltaf skemmt mér. Já, það spara. En ég gæti ekki verið á fjallahjóli eins og allir hinnir. Það myndi spara mikið heim með mér. Ég er 2 rúlu maður. Já, þú líka skeinið þó sé ekki að. Og líka kælin. Nenni að útskýra fyrir mig einu sinni. Ég nenni ekki að hlusta fyrir hann að kæla. Af hverju kælur rúlurna? Já, sko, þú veist. Af hverju kælur klósið? Með niðurgang? Nei, það er ágætt að vera með eina inn í kæli. Það er sparirúla. Af hverju? Nei, bara ef það er Það er gott að fá kaldan pappur upp í the asshole. Nei, ég er bara að segja, þú veist, það er bara alltaf mjög hendugt á hverju heimilega. Við erum að kælda rúlu. Það er bara staðfest. En það svaraði mér ekki. Nei, því hann á ekkert svar. Hún finnst bara töff að segja þetta. Nei, ég kæli rúlur. Já, bara það eru setja inn á rúlu í kælingu. Það mútti bjóða mér einhvern tíman í your mansion sem ég aldrei fengi bóði í bæði. Ekki heldur. Og ég ætla að fara í heimsókn. Ég skal ekki borða neitt að drekka neitt þegar. Ég vil helst ekki fá ykkur heim, sko. Ég segir við Gilsa, en er að fara og ná í klaka og ég fer og ná í frestinn. Er þá klakar og klósutur hlið við hlið? Já, kannski einu, já, svona spari. Það er ekki rúlar núna í verðt alveg heimskil. Nei, það er ekki rúlar. En mál er að ég er rúlu. Ég er rúlu. Það er baller move hjá það. Það er ekki reyndir. Ég er ekki með reyndir upp á það, sko. Það komið myndir af húsinu og vefin aftur og sá allir reyndirðu. Það sendir svona 6.000 mann saman á tenni hvort ég sé fréttina sem koma að með húsið. En þetta eru myndir, drengir, frá bara fyrri eiganda. Steinda var ekkert sama þar þessi frétt kom aftur inn. Ég visti alveg hann brjálaðist að Sveppa því að Sveppi klikkað á greina ákveð það gefur svo klikk eina sem pyrraði mig á tenni að hef ekki verið á Íslandi hérna og geta velt steinum Nei, svona fyndið sko að þegar ég fekk hreindýra spurningar Já, eðlilega, líka með hreindýr á veggnum það er eðlilega farið Hvað er stórt líka maður? Hvað er ekki þetta fyrir austan? Ég er náttúrulega ekki Drafst þú þetta hreindýr eða keiftur það? Það eina séu þetta Það er rosalega að drafta sjálfur sko Já, sko Það er með líkum á það Ég skil ekki Sorry, ég fekk samt svona í alvöru sko Hvernig er þetta að drepa hreindýr?
Hvernig er þetta að standa einhvers og skjóta hrindir? Já, ég spurði ég þarf ekki að dæma þannig. Þetta máli ég veit ekkert um það. Ég bara segja, að fólk hélt sem sagt að þegar náttúrulega koma bara myndir frá fyrir eigundum fólk spurði hvernig byssu ég var að nota og hvar ég væri að skjóta og ég hugsaði bara fólk er að senda okkur vitlusan. Ég bara, hvað er að tala um? Hvað byssu nota ég? Já, hanga byssu, ég er ekki sem er byssu leifi. Og ég þá var það út af þessu hreindýri sem var á vegnum. Þannig að þetta er ekki hreindýrið þitt. Nei. Reyndur að kaupa það og halda því að það? Nei. En er það þá skrúunar eftir hreindýrið á vegnum? Spaslaður og gæði? Ég bara spaslaði málaði íbúna. Málaðir yfir. Yfirleitt gerir maður það þegar maður flyttur, maður málar 28-27 Iceland. Bara uppdata á fólk sem er í það er einhverju keira, eitthvað lagamenn að hlusta. Þannig að gefa þeim uppdata. Ísland rétt einu markið. Hvernig er framlegging í handbolta? Hvað er þetta? 2x5? Þetta er ekki bara einu sem 5. Ég hef aldrei séð framlegging í handbolta áður bara. Ekki heldur held ég. Framlegging í handbolta? Ég manna það ekki. Ég get sko einu sem 5. Herru, þið ég sagði ykkur að bíða eins með þetta en það var kannski erfitt hlaupið ykkar bast í talirna rétt áður fórum í útsendingu. Já. Og hvað sagði þú orðrétt til hvernig er eini sénsliðin og tapir í þessu spretthlaupi á móti Steinda? Ef ég dey þegar ég er komin út 50 metra áfram ef ég lendi í alvarlegu slisi annarkvæmt er að rífa ham þú veist ég komin 30-40 metra eða bara dey þá er ég underdog, ég veit ekki hann það Það getur unnið mig með Síkó. Ég var að spá hvort ég ætti að hlaupa með Síkó. Þú er aldrei reykt? Nei, aldrei reykt sko en það var bara kveikið mér í einni og hleyp með Síkó. Er það ekki eitthvað? Það var baller move. Já sko, ég manna þig. Sko, ég veit að þú varst of upptekinn að taka myndir af bjórum í slow motion með eitthvað Top Gun lag Con Air asshole. Já, með alveg drullu. Ég myndi borga mikið pening fyrir að hafa ekki verið í þessu. Þetta var bara þú sparaði fullt af pening að vera ekki hérna. Hvað? Já, ok, skiptir ekki mál. En við tókum upp blökkast á meðan, þú mistir af tveim þáttum hindi. Og þar fór ég af einlægni yfir þetta með Steinda og það fannst mér áhugavert. Ég held þetta væri svolítið verið í kjaftina á hann að væri að stríða þér og vildi ekki gefast upp. Hann heldur í áluna sér að fara að vinna hlaupi sem er áhugavert. Þess ég elska við Steinda, hann er ofurtrú á sjálfur sem er kostur sko. Já, það hefur komið nú langt. Það er verra að hann hefur enga trú á sjálfur sko. Þú þarft að vera með rosalegt sjálfströðs bara til þess að fara í hérna ból sem hann í núna. Já. Það myndi engin eðlum, það myndi ekki verið þessu ból. Það er eðlileg manneska. Þú þarft að vera geistlanda sjálfströðs. Nei, þú veist þetta. Til þess að fara í hérna ból, sjá það í speglunum. Það er engin sem ég þekki sem spegla sem meira en þú. Þú er verið í þessum ból fyrir fram á speilun og hugsa, herru, ég pulla hann. Já, þetta er bara venjulegu bólur. Hvað er að gerast þetta? Því að hálsmálið er svolítið teikt. Viltu ekki setja hann á grammið? Nei, ég skal bara taka hennar myndaðir og setja hann á Instagram. Fólk þarf að sjá hvað er að gerast þetta. Já, þetta er bara venjulegu bólur. Ég ætla að setja þetta í story. Mann sjá. Svo við sjá þetta. Þessi, nú er hann búin að gera sig, hann er búin að gera hann betur svona. Verður eðlilegur eins og varst á hann. Svona? Já, þetta er allt betra. Þetta er bólunum sem stendur í dag. Já. Það er bara, hvað er þessum ból? Þetta er bara, þetta er allavega bara venlu bólu sem ég fann heima hjá mér. Þetta kom inn á story af Instagram. En já, það sem ég ætla að segja með það er að leðilega frettir, Norvegi kom einu yfir, bara party pooper. Þetta eru Paris. Nei, ég hafði ekki tími í því, beinu útsendingu. Þú lítur mjög vel út í dag. Já, þú lítur vel út. Þú þarft ekki Paris í dag. Nei, hendur þessu út núna. Ég held að það sé það orð sem þú sagt oftast með Steindi, Paris. En hefur þú prófað Oslo? Oslo farið mjög vel líka. Það er ekki alltaf verið Paris sko. Ég nenni ekki að staldra lengi við. Ég seti bara eitt swipe og það er svona, mér finnst að gera mig 15% betri. Maður verður ungleiri á Paris. Já. En sko, samankvæmt þessi leiku fyrr, djöfull er íslenska landsliði í handbolta búið að bjarga þessum janúarmánuðum. Wow. Ég held að tók líka, veistlega, við tók leiki úti og Íslendingar og tennir og hólka sér saman okkur að pöppa og hella þeir í sig. Ég hugsaði allan tíman bara djöfull væri til að vera úti. Það er ekkit eðlilega gaman að fara á stórmót í handbolta. Ég fór nokkur sinnum hérna í blíð og stríðu á sínum tíma. Ég held ég að fara á 3 eða 4 stórmót. Hrikalega gaman. Nú voru komið álveru lið. Er ekki ekki að skoða bara að drölla okkur? Það er bara að fara að háa með verðu þar. Það er ekki spurning. Það er bara janúar næsta ári held ég. Við erum bara að taka titil fljótlega. Já, við liði geggja. Við klárum þetta bara stutt. Hversu svekti voru eftir Dana-leikinn hana, Danmörk-Frakkland? Ég er bara fyrir utan það að hann var alltaf fixt. Nei, það er ekki. Það lúkkaði þannig. Þegar voru 5 mörkum yfir og kortir eftir.
Og þeir skipta bestu görnum út, það setur góð trúðina og þeir gátt ekki gefið tveggja metra samfélag. Allir leikmenn sem voru inna hjá Dönum voru reynist besta. Ég held að þjálfarinn hins vegar, honum var drullu saman hvort hann vinnið ekki. Hann hatar Kingum á Guðmund og lífun. Hann segði mig bara eitt, Þetta var aldrei fixt, það er líka hættulegt að segja svona kjaftaðir. Herru, af hverju Svona, hann var kerður. Nei, af því að þeir hafa ákveðið leikunum, það hefur gerst á þessu bulli. Menn á að fixa leikju þetta. Það gerist reglulega. En málega það, af hverju er þjálfarinn að taka út markmann sem er búin að vera að bjarga leikju? Skilða ekki. Og þann hatar Guðmund with a passion. Og svo hann bróði Sól og Hólm er að raðin mörgum. Nei, teka hann út af. Já, kælum hann aðeins. En af hverju? Og svo endaði liðið, enginn það er þvílíkt jafn leikur, enginn sem byrjaði leikin endaði leikin held. Það var komið algjört, þetta var varaliðra, hann endar með varalið. Þetta var pyrraður út í hann að görma. Ég er ekkit spesum að þeir hafi verið spilað eins og þeir gerðu, voru að pakka þeim saman, svo í lokin og skoruður ekki marki í ykkur 10 mínútur. Þeir voru bara konum með varamenn. Þannig að þetta skrifast að þjálfaran en ekki leikmenn. Þetta er mjög spennandi, það er 30-30, 5 mínútur eru búnar að fyrir framlengingu, setni er að 25 og nú voru að fara í setni 30-30, þetta er álega, þetta er gonna go down to the fucking wire. Það er enginn að hlusta okkur núna. Ef ykkur hlusta okkur núna, það er að hlusta eftir þetta kom inn á netið. Ef ykkur sem er keirandi á vísi eða rétt, takk. Jú, sérðu það er fullt að liði umfyrir. Það er ekkert allir sem er heima að horfa. Við erum annars með rosalega þátt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur, the queen of bara, segir maður pop? Nei, þetta er nú ekki poptónlist sem hann er með kannski. Bríett ætlar að kíkja á okkur og Eina sanna. Já, hún er með sprungun í klag. Svo var Friki Dóra gefið út plötu á miðnætti. Hann ætla líka að kíkja í létta heimsókn. Við erum með spurningkeppni Gilsarnas í fyrsta sinn í rúman mánuð. Og hvað erum við að vinna með hana? Hún er góð frí. Já, sko, út að ég var úti. Sko, síðasti þáttunum þinn var bara 17. des. Já, þú er ekki verið að segja. Því að Þorlókur var hann, já, yes. En sko, ég, það var mjög bjart á tenni. Og síðan kem ég og það er dimmt 24/7. Þetta hefur verið dedicated fans, en þetta er King of the Darkness. Ég er svo veltað fyrir mig hver höndla betur hver höndla betur janúar ógið. Er það Steinþóra? En janúar er náttúrulega að klárast núna. Já, februar ógið, hvað kallar þetta? Þetta er bara dreifðulega tími. Þannig að hver er betri á þessum tíma? Við erum með þekkið ekki á sínum stað. Ég ætla að henda ykkur Frikka. Ég ætla að taka Frikka með í hvort myndur frekar. Ég er búin að skrifa spurningar til hans líka. Já, ég held að Bríett ætla að taka eitthvað óvænt lag fyrir fólk sem elskar Tenerife. Ég elskar Tenerife. Já, ég held hún að við haft þið í huga þar. Erum við lag Tenerife? Já, allavega, ég skildi hann eitthvað. Það er ekkert aðeins peppaður. Það er rosalega. Og já, svo eru fastir liðir hérna eins og venjulega Sturla staðreyndir. Ég vonandi nægju þeim inn, þær komast ekki alltaf en ég ætla líka að minna á það er ég er ekki að minna á, ég ætla að láta fólk vita af breytingu hjá our proud sponsors Keiluhöllinni. Það átti að vera sem sagt í kvöld hvar finn ég þetta? Hérna er þetta hvað hérna? Já, Tjörnes Trúbbakvöld sem átt að vera í kvöld er fært annarkvöld til þess að geta tekið á móti fleirum og þá er líka bara meiri stemming og fleiri með að koma saman. Það er alltaf breytast miðnætti. Já, og á morgun er opinn til miðnættis, þannig að það er Trúbbakvöld annarkvöld í Keiluhöllinni en ekki í kvöld. Fólk getur mætt hangað og held í sig til miðnættis. Það er bara tilbreyting svona með hvernig það búið að vera. Já, og já, við erum í gýr. Þið líka vonandi leikurinn fyrir að klárast. Hann vonandi búinn hérna eftir næsta lag 31-30 fyrir Iceland. Hann var góða fréttir. Geggjað. Egil, hvernig finnst þér að byrja? Ég byrjaði á þessum daginn og hérna þáttunum þessu lagi. Þetta er það gott lag. Ég er að spara að vinna hans bara með þetta hérna núna. Það er ekki aðeins gott lag. Þú ert að vinna með gömlu lög. Byrjum þetta á DMX hérna á þessum föstu degi. Takk. Þess komum liðin í gýrin. Ágætis fréttir í dag og létta á miðnætti 50 ágúst. Ég er reyndar bara að vona þetta er kannski aðeins meina heldur en þetta en fuck it. Þetta er svolítið svona þetta er nú ekki rosalega viljum þess að sko ég maður ekkert að tapa sér viljum þess að þetta er einhver besti heilbrigðisráðherra of all time. Það sé vel. Ég kann mjög vel við Viljum en er þetta ekki allt sama röglum? Ég held ekki. Ég finn einhvern mun núna á hvað var hún Svandís segast. Já, menn hann fekk engageiran inn og sem búin að létta vel undir sem var ekki gert til dæmis á hann tók við. Ok, ég er endar allir ekki að ræða því ég hef ekki vita á. Nei, hann er bara standið sér mjög vel. Já, þá bara til lukku með það Viljum. Það er slúður og þið verðið sáttir núna drengis. Guð minn góðu hvað verðið sáttir. Kim Kardashian
Nicolas Cage og Bee Machine. Þú varst helviti nálægt, ég ætla að byrja slúður á Macaulay Culkin. Já, ég ætla að segja og ætla að gleyma þessu. Home Alone stjórnar Macaulay Culkin og leikonan Brenda Song eru trúlofuð. Þau hafa verið saman í 4 ár, eignust fyrsta barn saman í apríl og hefur Macaulay Culkin vist aldrei verið jafn hamingjusamur á ævi sinni. Átti Macaulay Culkin grisling at the same time og Poop og Gilly, basically, einu mánuð á milli. Já, herru, já. Er það ekki? Jú, getur þau saman bara í bekk. Hann 80 ára gerir svo við. Er þetta ekki fucking amazing, eða? Já, þegar þú segir það. Ég veit ekki hvort það sé amazing, en svona skemmtileg tilvílun. Já, og maður sér á honum að hann sérðu það á honum, sérðu þessa mynd hérna á honum. Þetta hann bara, sko, hann orðið mótel aftur og eitthvað. Já, munið það var á dælunni. Má fyrkast með honum frekar lengi. Pæli hvað stutt sér, hann svaf á sprautum. Svo núna hann bara lítur svona út, hamingjusamlega giftur og bara þetta er frábært. Hann svaf aldrei á sprautum. Nei, hann er byrjað að labba það catwalk fyrir Gucci. Já, þá ertu á uppleið aftur, sko. En þú veist, hefur rétt honum glerpípu þá hann tekið smók, skilur. Þú veist ekki það, maður. Jú, hann var svona, hann var stemningsmaður, sko, mikill. Þannig að ég, sko, Noregur skoraði, ég ætla ekki að vera leiðilegur, á síðustu sekundinni og unnu. Nei. Jú, síðustu sekundu leiksins. Það var 59 á klukkunni þegar þið skoruðu. Nei, maður. Nokkar að æla. Nei. En samt að byrja dómarinn samt að skoða eitthvað. Getur verið eitthvað, er að fara á var-moment þarna? Goal or not goal, það er video review. Já, við erum að fara í, sko, ef þetta er var-moment, það var æðislegt. En halda áfram með slúðu, ég kem með eftir. Já, ég meina, slúður var basically bara hvað Macaulay Culkin er að gera góða hluti. Ég gleðist fyrir hans hönd, hann er búin að rosalega viðsnúningur á að vera allt lóðurétt. Hann er, sko, einu Quentin Tarantino hlutverki frá því að vera komin á toppin aftur. Veitu hvað ég meina? Hann er á toppnum. Nei, þú sér hann ekki neinu bíómyndum eða neinu þáttum eða. Kannski vill hann bara ekkert leika. Nei, svo var það líka. En ég minna, var ekki að fara leiki ykkur kompaki á Home Alone? Var það eitthvað skýta? Nei, vonandi gera það ekki. En hann getur hérna einn heima fullorði maður. Já, skilju, hann var $10 million og tekur ykkur Home Alone kompaki. Já, hann er 42 ára árinu. Nei, hann er 42 ára árinu. Það er alltaf leiðan þú segir einn heima, sko. Fær hann að commission af gömlu Home Alone? Nei, hann var bara leikari. Ég myndi, sko, hvernig átti hann að vita það 10 ára að þetta er bara einn vinsalasta mynd allar á tíma. Það er eitthvað skrít og eldri bara hans Buzz, orðin 50 og þetta bara Ég myndi fíla þetta væri fyndin skett. Já, þetta var dögt dæmi, sant? Það er ekki Home Alone með Macaulay Culkin, en hann er nýbúin að eignast barn og er trúlofar. Við óskum til hamingju. Við erum huge fans hérna í ég finn við ættum að reyna bara að hitta kallinn. Culkin? Já, við erum að reyna að fá hann í viðtal. Þú sko ekki að bóka hann í gig, sko. Við gátum ekki eins og fengið Toadfish í símaviðtal. Hvernig hefur að fá Macaulay Culkin? Já, sko, málið er að Toady, við fengum samtallega upplýsingar, við fórum aldrei ég náði á Carl Kennedy. Hann svaraði mér. Ég reyndi það í marga mánuði. Við ætlum alltaf að spyrja hann hvort það væri rétt metið að hann væri með hérna 40 skall á þátt. Já, þá skellir hann á. Já, og spyrði hann að því eftir í álunum með 40 skall á þátt. Skellir hann á. Þetta er spurning nummer 8. En þátturinn er 5, hvað er hann 7 sinni viku, 5 sinni viku? Þátturinn? Já. Nei, er hann ekki bara 1 sinni viku? Nei, Neighbours er á hverjum degi. Þannig ef hann er með 40 stund. Nei, ok, þetta er samt. Er til verra sjónvarpsefni en Neighbours? Nei, ég er bara í álunum að spyrja því að þetta er gott helvíti að vera fastur að sjónvarpið og horfa á Neighbours. Sko, nei, býtu, ekki segja þetta á mömmuvakt, sko. Nei, ég fór í mati á hann í daginn. Þú veist, þú ert hann illa síðu núna út allt. Svo nágrannar voru á og mamma sagði, ég bara, ertu að horfa á nágrannar? Já, ég horfði alltaf á þetta ennþá. Þannig að hún er ekki ánægð með núna. Það er svo mikið high quality seríum út allt núna. Ég veit að öllum sem veitum. Og Neighbours er svo rosalega mikið low quality shit. Já, ég er alveg saman. Þetta er náttúrulega bara það sem þetta kemur úr daglega. Er það ekki? Jú, það er líka. Það er eitthvað óþægilegt við að sjá. Þau eru svo mörg ennþá. Já. Er Tóri ennþá maður. Hann er lögfræðingur og það verður að fá hann á línuna. Er hann lögfræðingur? Já, hann var löngorðið lögfræðingur. Fyrsta árum var hann fyllibita bara það. Eru Carl Kennedy og Susan, þau eru gift aftur síndist mér. Var ekki Carl Kennedy á spott dagina? Úrelli góðrellinni? Það var á spott, held ég. Það er rosalega. Hann svaraði mér. Ég var að spyrja hann hvernig ætti ég að komast í sambandi við hann og hann sendið mér mailið hans og eitthvað og Tóri svaraði. Heyrðu aftur í Tóri. Heyrðu aftur í Carl Kennedy. Sko, ef þú setur cassan í mailið, þá farið svar. Nei, já, í mailið til Tóri. Já, segðu bara hei Tóri, my name is Blondell.
Viltu $500 sem alltaf hoppar á með 40 sko. Ég held að sé ekkert með 40 þátt sko. Ég held Þú voru að henda því inn sko. Sko, betur, ef hann er með 40 þátt samt En á hverju byrjaði Eina sem Hvernig byrjaði það rauk? Sko, hann er með 40 þátt Það er staðfest Þú varst með tölun ofnar fram Hvað er networth þess núna? Hann heitir Ryan Maloney En sko, Ryan Maloney Ég ekki skrifa bara Toadfish Net Worth Jú, Ég skrifaði Ryan Maloney Net Worth Toadfish, það er bara Þeir segja henni 4M Þetta geti verið fucking manure samt, sko, Þá er hann ekkert með þetta Ég held að Steindi hafi byrjað þetta kjafta á þessum tíma og hafi bara verið lígi Hvað er það margir þættir? Þetta er 4M og hann er búin að leiki í þessu 25 ár Það eru 600 Án miljónir gríns er hann búin að leiki þessu í 25 ár Þannig að hann á 600 miljónir Já, þú veist 500M eða 500 Og við getum ekki gert grína því Nei Það er rosalega 517 Já 517 Hann á halva miljard Já, Hann sé ekki skellil hægjandi En deilum þessu í magnam þáttum Það er það sem ég er að segja sko. Vitið, að hann er bara að gera þetta í 25 ár Þetta er serían og með Var það þannig sem þú reiklaðir að vera við 40 sko, máli er að þú veist Og það 5 þættir í viku Nei, sko, ég trúi því ekki Þetta er ekki 5 Þetta er alla virkadaga Það getur staðfest Þetta er sínt alla virkadaga hér Já, hvað heldur það að sína þetta Nei, við erum bara á lúpu Hann er búin að leiki 6.250 þáttum af Neighbours 6.000, stendur það? Já, sko, ég meina þetta er hverju viku 5 viku allavega 25 ár Ég á 770 mínúna þætti undir beltinu Já Það var í 4 ár og ég var bara í 3 Það var í 4 ár Já, ég var í 3 Ég náði 700 þáttum með Já Þannig að hann er, ef hann er á hverjum degi líka og hann er búin að vera í 25 ár þá er hann, þetta eru mörg þúsund þættir Mér sýnist að vera með 80 skall og þáttangat þessu Nei, þú ert bara með Gæti verið að fjárfesta sko Gaurinn er metin að halva miljard Þið getur ekki gert grín á hann lengur Hann gæti verið að fjárfesta sæðil En málega er að það sem er líka í þessu Það má ekki glemma því að það sem er í þessu er að við erum að misregna þetta er ekki 6.000 þættir Þetta er allavega Væntalega er þetta allavega 32 Nei, þetta er vantilega 48 ástættir Ég hef ekki hugmynd sko. Ég er ekki Rain Man En ég veit að segja að það væri gott að Sverri Bergman hérna Þetta er ekki 48.000 þættir á 25 árum Hann er með verri laun Hann er með í rauninni einhvern 15 skall að fá Þannig svo sé ég er ekki Rain Man Ég er að slumpa þetta eins Veistu hvað það margir byrju Sverri Bergman hlustar reglulega Ég er vona hans er núna einhverstað að grenja til hlátur Hvernig þú sétt búin að rekna þetta sem 48.000 Ef hann er rétt fyrir sér Hún deildi 48.000 Þetta er ekki 48.000 þættir Það er bara staðfest Sko ef ég Hann er með 10 skall á þátt Ef þú ert með þetta rétt Þetta er 48 Hann er með 10 skall á þátt Það reiknaði það núna Það er bara bíó og eitt panang og hvað, kók En nú, sko, Pepsi Max Ok, klárum við þetta Tökudagurinn er 12 tímar eill Þannig að taktu 10 skall í 12 tíma Þá var hann með, já, hann er með eitthvað 600 skall tíma Hann er með, það er rosalega liðlega Það er aldrei Svona með, já, kannski með við leikara í, sko, með við fræga leikara með 600 skall tíma Nei, það er ekki Ég get staðfesta þetta Steindi Ég held að sé ekki til 48.000 Neighbours þættist þenni byrju Sko, málega, við sko erum Þannig að þetta meikar engan Það sem við erum að fatta núna er málega það Hann er hörkutugur Hvað var Charlie Sheen með 2.5 menn? Hann var alltaf launin Tóri, eða ekki? Já, hann var með 1,5 miljón dollar á þátt Já, hann er að spila dílinn Tóri fekk Heldur hann 10 skallin? Hann er náttúrulega ekki með 10. Hvað sagði hann? Hann er með 80.000 Það meikar sens 80.000 á þátt, það er ekki bara alltaf leið Jó, en þú veist Metin að halva miljón Charlie Sheen var með 1,5M á þátt sko Já, hann var launahæstur í heimi Hann var ekki að leiki í sápóperu í Ástralíu Ef ég var í Tóri, ég er þið vel pyrraður, ég myndi lesa þessi Mér langar svolítið að fara til Ástralíu af því að þú getur farið og séð Ramsey Street og allt sko. Íslenskur leikara Er þetta ekki bara eitthvað stúdíu? Nei, þetta er gata Hvað er íslenskur leikara taksti? Þú veist, ef það er bíómynd og þú ert að fara að leika í 30 dag 100. dag eða ekki eitthvað En þá er það meira en Tóti er að fá fyrir, en hann alltaf er með seríu sem er worldwide Það er svolítið spes Ég sé bara á leikar þetta er góðu punktur Ég sé bara á þessu Við þurfum að fá hann lína Við verðum að fá hann lína Ef við fáum hann lína þá eru aldrei að fara að spyrja Hvað færða þá? Fyrst byrjuðu að vera geggja næs Svo förum við í Dós Nei, við erum ekkert að fara að reyna að ná honum Við segjum frekar bara, herru, við tókum eftir að nettur Þú heldur, það er vel gert ég Þú komið 500 miljón krónur íslenskar Það er rosalegt En 48 á þættir En hvað er það margir þættir? Já, það er alltaf að spyrja Hvað heldur sér búin að leikja mörgu þáttum? Hvað er þetta margir þættir á ári? Þá getur við svo bara tekið það og deilt niður og fara að ræða það setna Er ég aftur að fara að reyna að ná á kallin? Já Ég reyndi þetta í marga vikur Geðu svo one last chance Já, ok En við getum að flutt líka bara Tóri inn Við erum bara að tekja hann á spott Tóri, ég meina ef við getum ekki fengið
fengið hann sko á línuna, hann getur ekki fengið hann til landsins. Herðu, slúðrið, við erum búin að tala svo lengi Tóri. Nicolas Cage, hann náttúrulega að fara að leika Dracula, hann var að opna sér viðtalið, hann segist vera gothari. Þannig að þetta hendunum, hann hefur alltaf verið gothari í sig, segir hann. Alltaf langa til betri, er hann ekki fullkominn þetta hlutverk? Já, Dracula. Þetta er bara búið til fyrir hann. Hann er geggjaður. Hver var betri Nicolas Cage í þessu? Það við sé pig. Hann líka, he needs a hit sko. Nei, hann var með Crackhead needs a hit sko. Hann var með Monster Hit, hann var Pig. Pig? Já, geggjuð. Það var Monster Hit. Hún var bara fyrra hittum. Það var 2021. Ég hef ekki séð hann. Ég hef ekki séð hann. Ég held að það verið síðast bara Kick-Ass. En sko, Con Air náttúrulega var í rugli. Já, það eru 30 ár síðan. Tóri var að leika í fyrsta Neighbours þættinu sinni þegar Con Air kom út. Tóti Bunny back in the box. Herðu, þetta var slúður Con Air í kvöld. Já, lukkum með það. Þetta var slúðurpakki dagsins og já, það sem að stendur hæstir við ætlum að reyna að ná aftur á Tóri og reyna að fá hann á línuna hér í F95 blöð. Þetta er Charlie Puth með lagið Charlie Puth með lagið Light Switch. Ekki mitt uppáhaldslag en ágætislag einhverja síður. Er þetta viðbjóður? Nei, mest ekki viðbjóður, mest svona bara ekkert einhvern veginn. En þér að hlusta hér á F95 blöð á FM 957 og ég sagði við ykkur fyrir þáttundreikir að mér langar að hrista hans upp í þessu. Langar að hrista þig? Nei, hristu upp í þessu og gaman að heyra að þú þroskast aðeins aðná á tenni með fjölskyldunni í þessari fyllirísferðinni. Þannig að þetta sé ekki alltaf eins að ég er bara að fara í spurning hvernig gerist það bara núna. Í staðan fyrir, og núna væri oftast ekki eða klefi, ég ætla svona aðeins að svo fyrir við klefan, við erum með góðan klefa sem að við erum með sem er 9. dagskrárlið í klefanum. Já, þetta er rosalegu klefi. Já, það sem við erum að reyna að selja ykkur blöð og áttum ákveða hvað blaðið heitir fyrir hvern annan. Þið heyrið þetta hérna eftir smá. Já, en þá bara förum við King of Darkness. King of Darkness. Djúpt er þetta pyrrandi. Nei, býtu, hérna 10 years. Nei, útskynast King of Darkness. Út af því að fólk horfa út á glugga núna, ef þú er ekki á Tenerife þá sjáu það er dimmt. Og já, og hver höndlar þetta betur? Hver höndlar betur en að drefla eða mánuð? Já. Ég held að þetta er svona, þetta er 50-50 bet fyrir mér. Ég veit það ekki, mér finnst þess að ég sé líklega að vinna þetta. Aha. Já sko, ég meni, ég höndla myrkrið. Býtu hvað, eru þeir ekki að Spotify það? Hvað er þetta að leita? Ég ætla að byrja þetta á svona Hello darkness my old friend. Ég var 100% Spotify. Nei, ég fann þetta ekki, þetta hefur verið töff. Þetta er rosalegt. Simon and Garfunkel. Já, heldur ég veit ekki hvað. Ekki þú að hjálpa mér þegar kemur að þú veist ekki neitt. 10 years sko. Já, ég bara fann ekki lagið, þetta hefur verið töff. Ok, en þetta er, þetta verður spennandi. En þetta er ekkert eitthvað sem maður vill vinna, maður sé King of Darkness. Já, samt, þetta er bara, hver höndla betur Jan Feb? Jú, þú vill alveg vinna það, þú býrðu í Íslandi, sko. Þú ert ekki prins myrkusins bara að vinna. Nei, þetta er bara, þú veist. Þetta er ekki svona Dracula þess. Við viljum bara byrja með þetta. Ertu með svartan húmor? Já, ég sem myndi flokka það. Ok. Svona einn á milli, sko. Báður góður með punktana. Einn á milli, og er maður ekki með nokkuð svartan húmor? Jú, þú veistu. Það er bara 1-1 og takk fyrir eðlilega spurningu. Já, sko, þetta er ekkert ruglítar, sko. Já, ok. Þú ákvað bara, ég var úti og þú kemur heim sem þroskaði maður keppni. Okay. Hefur þið farið gegnum dark times in your life? Já Ok. Það báðir með punkt þar. Hvað er svona eitthvað, já, ok. Svo skilnaður blöður og gamla settinu. Já, báða veginn. Já, þú veist. Var það við? Já, það var. Nei, ég bara veist blöður og hann tala bara að hugsa það ekki þegar þú kastar þessu svo casual fram með. Já, væntalega bara þegar fólkinu, jú, það var dark times sem er. Er það ekki? Jú, og svo bara kannski. Og viðbjöður? Já. Hvað er þetta rugglaður? Nei, ég bara, það er alveg viðbjöður. Eða það ekki, það var leðilegt. Já, það hafa allir upplifað dark times. Og það var líka fóreldrar þínur ennþá saman stendi. Já, þú er ekkert upplifað þessar dark times. Hvað voru þínu dark times? Nei, þegar alltaf hægja sér hérna í búðinu eins og það var ekki, það var dark times. Pappið fikk matareitrun, það er your dark times. Nei, þú er ekki lendið saman ég. Þú átt ekki að fá stig fyrir þetta. Ég var ekki að segja að það væri kannski dark times, en þú veist, það hafa allir upplifað fjölskyldu missi. Já, ég reyndar. Þú veist, það hafa allir upplifað eitthvað dark time, en að snotta Sandó. Já, sama ár og fóröldurinn mínu skilja. Þetta var ekki mitt besta ár hann, 1998 sko. Ok, 22, þetta er mjög spennandi. En myndur þið flokka það sem dark times þegar pabbiðin skeiti í sig þarna í lötu og þið fjölskyldu Hvað sagði hann áttur í búðinni þegar hann sagði allum Ég lofaði pappaðinum að hætta ræðin. En málega er að hann hendi kerfinu frá sér og sagði allir út allir í búðinni borga pefir til eiga vídeo og hérna svo settust við í lötu sport þar gerðist þetta svona aðalega. Ég sé þetta svo fyrir mér
Ok, byrju já. hvað er 2-2? Já, þetta er ekkert eðla spennandi Já. Elskar myrkrið það mikið að þrátt fyrir að hafa gefið það út officially að þú ætlar aldrei aftur að fara til Atlantic City, þá eru báðir að fara að hoka aftur í mars. Já, lítur út við það, já. Það er ekki staðfestand. Jú, er það ekki helviti Það staðfest er tölur hrein íslensku. Já, ef við getum verið með blökkastegar, þá er ég til. Jú, það lítur þannig út. Já, ennina ferðina. Já. Atlantic City eina ferðina, þetta er bara gengur Sko, það er eiginlega ekki, ég var að missa hugsa daginn. Það er spennandi. Maður getur ekki verið að posta mynda sér að eitthvað. Þetta er orðið bara svona, herðu, við erum orðið bara sad. Það var löngu orðið sad. Það meinar það var fyrst eitthvað ruggla. Það var fyrir svona 10 árum. Já, fyrir sjöðarskiptið var þetta sad, sko. Nú er þetta nummer 19, sko. Og við fórum alltaf bara að hugsa um að setja mynda og einhverja skemmtilega myndarna í Atlantic City. Já, og ef ég væri heima að skoða Instagramið hjá mér sem einhver annar, þá myndi ég hugsa bara, grín. Ég myndi ekki bara svona, læka þetta, stemmingkæðum. Þjóðin veit að þetta er sorglegu staður. Það veit allir, sko. Það er að fara hann. Það veit ég ekki. Við vorum bókaðar ánga. Við erum áðan aldrei. Hefur verið það drungalegt og það mikið myrkur úti að þú skelltir í bleiu? Nei, það er ekki ég. Ói, stendur að komast yfir hann. Nei. Jú. 4-3? Já. Hvað mennur? Þú veist, hefur ekkert verið svona lítill líðir, það er dimmt úti og trættur, ok, bleiu. Nei, ég var náttúrulega ekki út af því. Þetta er bara ekki rétt. Ég fæ ekki punkt. Þú voru hreinskilin? Ég er alveg 100% hreinskilin. Ég hef aldrei litið út heima hjá mér og verið hrættur og finnst þér að mikið myrkur að ég hef sett á mig bleiu. Það er bara, ég hef ekki gert það. Þú bara, ég veit hvað varst að reyna og þú klúðraði því. Þetta var út af mallanum maður. Já, það var líka 3-3. Þetta er ekki eðlilega spennandi. Ég held að Steindi myndi að fá punktan. Getur þú huggað við því það þegar það er darkness úti að þú ert baller með verðlunar hreyndir, hann getur vekk heima það. Er þetta orðið velunar hreyndir? Hvernig veistu það? Sko, þú hefur eiginlega að breyta þessa spurningu þannig að hann að segja já. Því að ég get staðfest að það hefur aldrei hangið baller hreyndir í húsinu. Aldrei með hreyndir upp á vekk? Nei. Já, ég get Það er lélegt. Já, Steindi getur ekki satt það saman. Sagði ekki að væri heima hefur núna? Hún með hreyndir? Nei, það er bara, er ég ekki með hreyndir? Ég sá myndaði. Já, sást gamla mynd. Þú sást gamla mynd úr húsinu, já. Það var hreyndir. Já. Ok. Þannig þú var ekki stygg. Það er svo þetta er að dodgast í sko. Sko, það er þetta að gera. Þú veist að segja, hefur einhvern tímann hangið hreyndir. Dauðafæri við því stendi hann að fá punkt, sko. 3-3 en þá. Fílar þegar það er myrkur úti því að þá sér enginn átt sköllóttur. Nei, drullið sama. Þú erum góður, þetta er að vera óþægilegt núna eitthvað. Akkur, hvað? Býtu hvað? Nei, mér er drullu saman. Myrkur eða mér finnst þetta leiður þetta eins og núna af því að ég er búin svo latur. Ástæðan fyrir ég er alltaf með húu er að ég er svo latur að raka sér. Þetta er svo ógæslega saman. Nú er þetta svona kífi og hann er svo að gera ekki svo Gull Áksson. Hann byrja alltaf að skafa sig. Já, ég er bara latur. En hefur ekki séð auglýsinguna sem er alltaf á Instagram hérna með rakvélinni sem er svona eins og hauskúpa eða eitthvað með svona 3 sem hún nutta bara hausinn? Nei. Já, hún er mikið. Þetta er ekkert aðeins spennandi. Hvort fílar betur að vera hlið í myrkri eða að vera hlið með öll ljós kveikt? Þetta er svo... Þetta er mjög aðeinslega spurning. Ég er beinslega að spurja, slekkur í ljósin eða hefur kveikt svarað? Ég er með skilabóð til þín, Egill. Hvað? Frá hverjum? Frá heimilinu mínu, sko. Fjölskyldinni? Já, fjölskyldinni. Ok, hvað Og það hægt að tala um þetta. Sagt mér að Það var bara hægt að láta svona. Já, það er mjög góð punktur. Hætt að láta svona. Það er ekki, ég byrjaði ekki að segja að velskar var hliðist. Já, það var heldur að ég sagði það líka aldrei. Það er bara ekki þannig. Þú sagði það var upp Nei, ég sagði það ekki. Ok, núna, ég er ekki nagli liðist. Nei. En þú sagði þetta, já. Já, ég var bara að reyna að komast út úr þessu þú veist, Snyrtilega. Já, ég var að því og ég hefði ekki átt að gera það. Þetta er búið að bitna á mér. Ok, þetta sé að ég mun aldrei aftur spurja hlið. Lofaru? Aldrei. Ok, herru, hann er hættur að tala um að setja flasku upp í sundlu. Já, málega, það er sko ég held þetta sé, hvað er þetta? 2 ár sem þetta tekur alltaf fyrir að fara úr systemur. Þetta er 2-3 ár. Það er mestlega 2-3 ár. Tekur 2 ár að fara út af systemur. Það er mestlega 2-3 ár. Á með flöskuborð í svona 2 ár. Það er rosalega tíma. Já, cirka, sko. En sko, þetta er síðasta ef þú svarar þessa spurningu, þetta er mjög einföld spurning, þú veist alveg hvað þú kveikt ljósina slögt, svara það bara. Og þú veist, þú farið punktið ekki. En byrju, þar ég svar þessu? Auðvitað, þú er ekki hlið. Það er ekki upp á stellingin og fara á hlið samt. Ég myndi segja bara svona hálslögt. Bara svona romantísku Hvað, sittur þá bara peysu við lampana, hvað gerur? Hvernig hálslögt? Ég bara veit það ekki, 1 slögt ljósin og kannski 1 lampi ykkur staðar í gangi eða hálf lýsing, hvernig á ég útskýra?
Ertu 10 ára? Get ekki útskipta betur en ég ræði Peysu yfir lappa. Hvað ertu að tala dreng? Ég er áttum á því hvað höfðu það gott er að vera úti. Sveppi var eitthvað bara svolítið okkar level. Ég er bara hræðilegt að fá tilbaka. Maður sé að svo mér slögt eða kveikt. Já, ég held að það sé bara fara eftir stemmingu. Okay. Þannig að þetta er ekkert eitthvað. Þeir eru báðir, ég get ekki gefið ykkur punkt sko. Nei, en byrju, hefði ég fengið punkt að ég sagt bara í myrkri. Já, þetta því að þetta er King of Darkness. Ég segi myrkur. Já, alvörinni? Já, fuck it. Ég ætla að fá stegan. Það er 4-3. Ok, stendi, lokaspurning. Getur jafna. Og það er punkt. Já. Akkur sagður nafni mitt áður. Út af það er 4-3 fyrir blöða. Já, þú ert að jafna. Og ef þú fær núna stig og þú vilt ferka á X en tapa. Ekki segja mér að segja eitthvað gæla í myrkri. Nei, þetta er bara basic. Áttu það til heima þegar það er dimmt og cozy og nágarinn sjá ekki nú gluggan í höfður þegar það er svo dimmt að klæða því góðu rauðvinslippi í bleiu. Jafntefli 4-4. Er það ekki besta lokaspurningin en þú fær stigana. Þannig að það er jafntefli. Jú, er það ekki. Til hamingju. Þú byrjaði árið mjög vel. Það er ekki tapa keppni að þó. Ég held að þetta myndi fara í hefur ykkur sagt við shit ok, stendur ekkert að grínast. Ég var náttúrulega þreyttur á því. Það var þreyttur að spurningu og málið er að ég reyna að lesa krátið svolítið sko. Ég nenni ekki að stenda brjálaðan sko. Lesa krátið? Við erum orðið ógeðslega þreyttur á öllum þessum spurningum. Nei, aðalega sliðardæpur. Það er mestalega 1,5 ára eftir því. Nei, þú varst að segja það aldrei síðast, hann svaraði. Síðasta. Alveg rétt, já, það er basically búið. Þú varst að gleyma því. Við vorum að tala fyrir svona 40 sekundum. Hann staðist henda peysu við lampan. Nei, það gerði ég heldur ekki. 4-4, mjög spennandi. Tala enginn um King of peysu við Darkness, lampa. jafntefli. Svo er það fyrir klefa og það er nýr dagskanlegur í klefanum. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Við erum ekki beinn útsendingu núna, það er klefin góði. Jón, okkur líður vel hér. Já, okkur líður best hér. Hér er kósi. Já, mjög. Við erum með nýja pæling. Já, ný pæling, já. Það er alltaf gaman, það kemur okkur nýtt. Og þetta gæti alveg verið eitthvað. Kannski er þetta algjör þvæla en kannski verður þetta skemmtilegt. Við reynum þetta. Þessi klefi gengur út á það. Ég á að semja nafn á blaði og þú líka. Ég sem nafn á blaði fyrir þig, þú semir nafn á blaði fyrir mig og við eigum að hringja eitthvað út í bæ og reyna að selja þetta blað. Já, og það er líka, þetta er náttúrulega smá tímaskekkja það sem að þú veist, er verið að selja blöð? Nei, ég held að það sé enginn að syngja núna og reyna að selja áskrift. Þú veist, þú getur væntanlega farið samt í ykkur bókabóð og keypt tímaritt. Já, en ég held að sé ekki, jú, kannski verið að selja áskriftaflöð, jú, ég minna eins og lifandi vísindi og já, og svo bílablöð og hefða, ok. Vilt þú byrja eða ég að byrja? Sko, hvað á þetta að vera? Hefur ekki að negla það? Já, ég er búin að ákvaða hvað blaðið þitt heitir. Já. Það heitir Hamstrar hér, nú og að eilífu. Fjallar líf hamstra. Hvað þá ég geta selt þetta? Ég veit ekki, en þú verður að reyna það. Hamstrablað? Já. Þetta er ekki svona stór markaður? Þú ert að ofneta markaður? Ég get að ofneta markaður. Hamstrablað? Já. Veistu hvað, ég held þú að það er að gera? Blaðið maður fjallum hamstra bæð á Íslandi, erlendis. Já, en ég held þú að láta mig fá kannski eitthvað hlutabréfa blaðið eða eitthvað svona, eitthvað alveg blað. Nei, það þarf að vera eitthvað challenging og skemmtilegt. Challenging? Ég var bara ekki sens í þetta. Hvað er mitt? Hvaða blað á ég að selja? Ég er alltaf að fara að breyta því. Nú, hvað áttu að vera? Það skiptir einhver máli. Núna erst þú komið með njálgablað? Nei, ekki njálgablað. Kláði. Blaðið þitt heiti Kláði. Kláði á Kláði. Hvað er þetta bara að semja þetta núna á staðnum? Já. Ég held að þú væri búin að hugsa þetta eitthvað. Ég hættu við það. Þú fórst í svo erfitt. Kláði á kláðum ofar. Kláði á kláðum ofar? Já. Ok. Og þetta er að senda mér þannig sem þetta í símanum. Þú ert Kitty Klór, sem ert að hringja, reitstjórinn. Þú ert reitstjórinn blaðsins. Þetta er alls konar kláði. Ef ég kalla mig Kitty Klór þá er þetta strax döitt. Ég skal alveg heita Kitty. Pappi heiti Kristján og kallaði Kitty. Já, ok, þú ert Kitty, þetta er kláði á kláðum ofar. Ok, ég skal bara byrja þetta, mér langar að klára mitt bara. En að senda mér kláði á kláðum ofar. Já, þannig sé mér þetta. Þú ert aðalega að tala um sníkjudýr og skriðdýr og þá njálgir. Nei, ég má bara tala um kláða. Já, en þá er þetta kláði á kláðum ofar. Já, XM líka, klæjar í þurrkvæðsum. Þú þarfst ekki að segja mig hvað það er, segja mitt, sérvitt. Það eru fleiri sem fíla að lesa um hamstra heldur en kláða. Nei, þú ert að tala um svona svo bara almennan kláða. Ég er búin að senda þetta hérna. Kapli þvottaefni og... Halló. Helga,
Já. Komdu sæl og blessu, Kitti heiti ég, Kitti Klórótt kallaður, ritstjóri Kláði á Kláðum ofar. Og við erum núna í smá sókn og erum að ringja og reyna að selja áskrifta tímaritun okkar. Nei, takk, eskan. Nei, takk fyrir. Þetta er bæði, sko, þú lærir á þessu og svo eru margar skemmtilegar aðsenda greina. Klæja þig, Helga, sjálf? Nei. En þú hefur ekkert verið að berjast við Kláða eða einhver í fjölskyldunni? Nei, alveg sloppið við það. Já, en hefur þú gaman að lesa aðra einstaklinga sem að berjast við Kláða, eins og við vorum að fá að senda grein frá honum Hannesi, okkar besta manni hérna á Egilsstöðum, hann klæjar rosalega og er í rauninni að lýsa hvernig Kláðin byrjar og hvað hann háir honum og hvað hann gerir til að halda honum niðri. Nei, ég finn bara til með kalli en ég er engar ágjur á honum. Nei, hann hefur líka alveg gaman að þessu og þessi grein er svo skemmtileg, ég þarf eiginlega bara að senda þér hana. Það var kannski til þess að hún myndi kaupa áskrift á okkur á Kláði og Kláðum ofar. Já. Ég ætla að sleppa söskan, ég vona ykkur gangi vel að selja það. Já, en þú vilt ekki vita hvað blaðið kostar? Hvað kostar það? Það kostar 1390 á mánuði og fær 4 blöð, þetta er einu sinni viku og fjallar allt Kláða. Nei, takk samt. Nei, ok. Takk samt Helga mín og eigðu góðan takk fyrir það. Já, takk sem við. Og ef þið klæjar þá hefur þið samband. Já, endilega. Ok, takk, bye. Guð minn góður, hvað þetta er maður. Já, herri, það var mitt alltaf búið. Alltaf gott. Ok, þá sko þú seldir ekki Kláði á Kláðum ofar. Það bara gekk ekki. Það er ekkert alltaf að selja þetta. Nei, málið er að þetta er samt sko þú gæstir að tala hérna hvernig þvottaefni notar og Nei, það hefði ekki hjálpað. Lagið, þú veist, er þægilegt lag og ég meina, klæja þig og Herru, það er komið að þér að selja blaðið Hamstrar hér nú og eilífu. Já. Og þú fær Helgu líka. Ok. Fallegt nafn sem við erum að vinna með hérna og ringja hérna. Hvernig opnaði þetta? Spyr hann að hvort hún sé í hamstraleiknum með? Það veit ég ekki, hún bara Má ekki gefa henni eitt pröfueintak ef hún gerir sig hann áskrifandi? Þú ert kallaður Halli Hamstur. Það er dög. Ég fór í Kitti Kláði. Halló, já, er þetta Helga? Já. Sæl og blessuð, Halli heiti ég, Hamstur og er að velta fyrir mér, ert þú áskrifandi af einhverju tímariti í dag? Nei, við erum semst að ringja hérna út, við erum í sókn hérna upp á skrifstofu og erum að gefa út blaðið Hamstrar hér nú og að eilífu. Ha? Já, við erum að gefa, þetta er svona gæludýra blað, ertu með eitthvað að krakka á heimilinu? Já. Já, þau hafa voða gaman að þessu gríslingandi sko, en þetta er svona blað sem við erum að gefa út sem er, reyndar einungis þessa vin okkar hamstrana en þeir eru svo skemmtilegir og það er svo mikið góðum myndum og það eru krossgátur fyrir krakka og fleira líka í krakkahotninu í blaðinu en það er svona verið að fjalla þessi dýr svona almennt sko hérlendis svo, erlendis svo Okay. Og það er svona skemmtilegt vesinn á þeim oft og til dæmis vakunóttinni og svo á daginn, það veit ekki allir og svona punktar þá Okay. Hvernig líst þér á svona í fljótu? Þetta kostar ekki mikið, við erum nú bara að henda þess út, þetta er 750 kall tímaritið, þetta kemur út einu svona í mánuði. Já, ok. Já, og það er... Hérna, nei, ég held ekki alveg, sko. Nei, og það er svo ég segi, þetta er mjög sterkt fyrir krakkana, sko, og það er verið að tala alls konar, þú veist ekki bara vesinn á þeim, heldur líka bara, það er náttúrulega ástir og barnengu, dverghamstrar, venjulegir hamstrar eða fóðrið og búrin. Hefur ekki bíl allavega? Ekki? Nei, ég held ekki. Nei, þeir koma óvart þessi kvikindi, þeir eru helviti klárir sko. Já, við erum búin að vera með eitt sko þannig. Nú, eru þau hamstra fólk? Já, hann er nýtt á hún, þannig að ég held að þetta sé ekki alveg ekki tíminn til að fá blaðinu. Já, þú meinar, já, ok, já, það er leiðilegt að heyra, Þannig að kannski setna bara. Já, einmitt, já, ok, segjum það. Ok, já, takk. Já, bless. Sko, þetta ég hló náttúrulega áður sorry, ég vissi ekki að mækurinn maður verið uppi sko. Var hann uppi? Heyrðu þið hlæja? Ég veit það ekki, nei samt, hún fór að tala bara hún átti hamstur sem dó og ekki hlúst eftir að hún sagði það? Nei, það var undan. Já, að því að sko líka bullir maður. Já, en krossgátur. Já, svona hamstra krossgátur sko, finndu hamsturinn? Þú lendir á sko konu sem átti hamstur og hefur áhuga á hamsturinn, samt náður ekki að selja blaðið sem eiginlega segir okkur að ég vann þetta pínu. Nei, vannst þetta? Já, ég var að syngja í fjölskyldu sem var að syrgja hamstur. Það var ekki hægt að selja þeim sko. Þetta var ekki góð tímasetting. Hvað hétt átti blaðið? Hamstrar hér nú að eilífu? Það er greinlega ekki, fyrst hann er dáin hér. Já, þú veist, þetta var hræðileg tímasetting. Þetta var dagskrárliðurinn seldu blaðið
og vonandi höfðu þið gaman að. Ég var með fullt öðru, það var svona lítill hamstur sem þú sérð á forsíðinu og átt að finna hann í blaðinu. Ég hló Svo Pallegnir og dverghamstra, þetta var svo mikið kjaftaði. En vonandi höfðu þið gaman að þessu. Hvað hétt áttu liðin? Ég var að segja seldu mér þetta blað? Nei, hvað heitir þetta? Sko, nöfnið sem þú finnur á liðina þú getur ekki stýrt þetta, tímaritið. Já, tímaritið, takk fyrir okkur. Það er þeir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og já, við drengirnir erum konu með rándýran gestinga í stúdíói. Okkar uppáhald Bríett, verðstu velkomin. Halló. Hvernig ertu? Svo res. Nei, ekki? Jú. Gaman að sjá þig. Já, alltaf gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Og verðstu velkomin. Við erum alltaf nokkuð feskli bara. Já. Frábært. Já, búið að vera erfiðu mánuður. Já, handboltalandslið aðeins búið að hjálpa. Ekki í dag samt. Nei, þetta var skellur að Þetta var eiginlega bara hálf ógeðslegt. Seinasta sekúnda og Já, það skiptir engum. Nei, skiptir engum máli. Áfram gakk, þau eru samt búin að bjarga þessu janúarmánuði. Já. En hvernig er janúar búin að vera hjá þér? Ertu að gigga eitthvað og svona, eða er þetta allt stopp í COVID? Nei, ég er búin að vera fríi sko, en var náttúrulega að gefa út lag. Þannig að það var svolítið mikið kröfubilur í kringum það. Já, Cold Feet, akkurat. Og myndband, sem var geggjað. Já, takk fyrir það. Það er gaman að sjá þetta vera loksins komið út af því að þetta er búið að vera 30 ára ferli hérna sko. Já, ok. Og það var náttúrulega tekið upp og lagið var til fyrir 3 árum, tekið upp myndbandið hana nokkrum mánuðum síðar og þetta var mjög erfitt. En af hverju þetta búið að taka svo langa tíma? Bara platan var til hana í millitíðinni sko. Já, ok. Þannig að ég fór aðeins meira inn í það. Þetta er samt svona eins og allt sem þú gerir, þetta er svo vandað. Það er svo gaman að sjá eitthvað sem er svona ógeðslega vandað. Við rættum það einmitt við sneitt, við dýrskum hvað metnaðarfull sko. Takk fyrir það. Já, það er, við gerum mikla virðingur metnaður. Vel gett að gera vídeo, það vídeo er svolítið einhvern degi út og Spotify er búið að taka yfir, ég kann að metta og þetta hendi video sko. Já, og syngur á ensku, er þetta fyrsta lagið sem þú tekur á ensku? Nei, ég byrjaði náttúrulega á ensku sko, gaf út EP á ensku, svo kemur eitthvað íslenskt, feiminn og það allt og frikki og allt það og svo kemur þessi plata og þetta er bara svona, bara þetta lag er búið lengi til og var alltaf stefnan að vera meira í enskunni en síðan bara Ok, þannig að þetta var ekki, ég held að það var kannski að fara að herja á erlenda markaði eða eitthvað þannig með þessu, þannig að þetta er gamalt lag og... Þetta er gamalt lag, sko, já, en þetta er alveg, þetta er ákveðið statement, myndi ég segja, sko. Þú ert ekki alveg strax allavega búin að beila okkur og bara... Nei, ég segi, hættis ekki í íslensku, þetta er eðlilega tungumál, sko. Ég segi, farið bara á enskuna, alveg. Hefur þú hlustað á Esjuna eða? Hvað finnst þér að leiða það? Nei, það er ekkert eðlilega góð lög, ég veit ekki það. En hvernig grímið þetta var á ensku? Það var það 100 sem er betra. Þetta lag er á ensku. Já, ég elska þetta, konceptuður. Ég er peppa. Takk með þér, takk. Já, þú sagði að þú var ekkert búin að gigga, var það tengt þessu eða er það tengt COVID? Ég er búin að vera að gigga mjög mikið, sko. Ertu að tala bara núna í þessum mánuði, ertu að tala síðasta ár? Já, bara núna upp á síðkastið. Já, upp á síðkastið er búin að vera bara friðulegustu giggin, sko. Var það bara á netinu og svona? Nei, ég er búin að eiginlega neita þeim öllum. Það er svo leiðilegt, sko. Að prófa að vera veislustjóri? Já, ég er bara, nei, takk fyrir mig. Ertu á einhver engapartíðum eða hvað er þetta? Já, og bara búin að fara líka að túra sjálf, bara tók Rúben og Gauk með mér og fórum bara, spilum alla plötuna bara fyrir sveitafólki, sko. Og geggja næs. En er einhver önnur plata á leiðinni? Ekki svo ég veit til. Nei? Kannski hætti ég bara með þessum Gaur og þá Gaurinn Rúben er eitthvað vel hliðina? Já, þú meinar þú ertu okkar Adele? Við fyrir með síðustu plötu, er þetta kannski... Sko, maður er bara svo, ég er svo gjörn að fara í sorgina að semja alltaf eitthvað sem að hrjáir mig en einhverja gleði, sko. Þannig að ég er búin að vera lítið að semja undanfari, sko. En er það eitthvað sem að... Of glöð bara. Það er oft hannig, sumir þurfa bara að vera mjög þjáðir til að... Já, ég spurði Bubba Mortensi, tónlistamæður okkar, hvort það myndi semja betur þegar hún liði illa. Hann sagði, ef þú ert alveg tónlistamæður þá getur þú farið inn á staðin eins og þér leið illa. Fattur þú? Já, maður getur ekki alveg samið, sko, þegar maður er í tilfinningunni. Nei. Það er ofervitt, sko, en þegar mann líður vel þá er svo auðvelt að fara í að skrifa hvernig mann leiði þannig. Já, þegar þú ert komin út. Já, þegar maður er komin út. Ég skilji. Ná, ok. En það er, af því að hún, Adele, horfði á tónleikan hennar daginn Stötu Plus, þá var Oprah Winfrey að spyrja hennar nákvæmlega sömu spurningu, hvort það kem ekki plata næst bara þegar hún er núna í sambandi, hvort hún fyrsti, og það er umrætt í sig að spyrja það nú með kærastræðil. Þarftu að hætta með henni svo komin í plata? Þannig að það er hægt að semja bæði. Já, auðvitað. Já, herðu, sko, þú ætlar að koma við, ég sagði Agli, ég er ekki búin að segja hana hvað þetta er, en þú ætlar að koma Agli óvart.
Já. Elska það. Sko bæði Agli og vinur mínum Áskeri sem á tenni sko núna. Við vorum sem sagt þar í fríi meðan að lagið kom út akkurat og sömdum lag sko fyrir alla þessar Íslendinga úti og hugsaði sérstaklega til þín Thank you. Það enginn sem elskar að segja meira. Er þetta Ásgeir Orri? Nei, þetta Ásgeir Guðmund sem reykur á Röngen okkar maður. Er hann að hlusta núna? Hann að hlusta, beinilega að helsa honum Það eins gott að séð með ískaldan. Þú trúðu mér, hann með ískaldan Nokkra flöskur Og heitir lagið Tenerife? Þið með bara ráða hvað heitir Það rosalega nafn á lagi sko. Já, ok, þá bara láta það heita það. Ég veit að þetta er að hit áður ég ekki með heyra neitt sko. Hér kemur í stúdíónu það eru, Rúben, verður velkomin Mækunum er á gítarnum það er ekki svona kveikt þú er að kveika gítartum heyriði mér núna verður velkomin 10 years 10 years á tökunum 10 ár á tökunum og þau ætla að spila lagið Tenerife Let's go til í það Það er kalt, ég þunglindur Ég get ekki meira Þórólfur Ég þarf bara að koma spurt En hvers skal fara þegar stórt er spurt Kannski til Ítalíu að fá rósavín Eða músi til lúk í París Nei, ég fer á Paradísa eiguna Beint nýr á Playa del America Ég grét þegar ég labbaði út af vellinum Þetta er fallegasti staður á hnettinum Fæ mig hvítlauksrækjur og cerveza Svo er fyrsta stopp nostalgia Og ég sóla mig á bakkanum Guð minn góður, ég á að fara heim á morgun Ég kíkja á vísi, sé að það er allt lokað Fuck it á, ég ekki bara framlengja Ég þoli ekki Bretana Hvað þá alla Íslendingana Ó, ég panta bara flug í dag Gekkjalag Þetta áttur að vera sko það er alltaf svona 5.000 Íslendingar á hverjum degi á Tenerife sko þetta áttur að vera mest spilaða lagi sko næstu árin gott rokkur, þetta er bara til að vísi núna þegar þáttur ekki brút Þetta var geðvögg ég þið samið þetta framlengja hvítlagsrækjur ég tók hvítlagsrækjur einasta deg einasta deg ég held að lagi heiti ég framlengi og ég hugsaði Miljónsson ég myndi aldrei heim sem kom þetta er bara þetta var að koma þér óvart shit hvað það var gott lag maður þetta var rosalegt lag sko þið gætu verið á tenni 365 ásins og lifa á þessu lagi bara svo getur þið sett fólk fyrir að staðinn til að sjá ykkur taka þetta getur þið sett þetta á Spotify það er næst þér á tenni og getur sett lagið undir storyð á Instagram því hann getur gefið þetta út bara við sjáum til lagið ég framleiki ég er samt fílað getur þú ekki gert eitthvað remix á þessu lagi? Já, það er mest að máli heimi Ef ekki að taka þetta á hérna tónleikunum sem er í höllinni Besta hugmynd ég heist þetta er rosalegt Er ég að fara að stera upp Tenerife í mæ þegar 10 ára afmæli F95 blöður í höllinni þá kemur teknóutgáfa þessu lagi Ég ætla aldrei heim og svo dropp Það er bara eitthvað besta hugmynd sem ég heist eitthvað geggjaðir vissjólar á baku við Já, okkur gæi, eitthvað rækjur sviðir hvernig sækjur þetta verður rosalegt En hvað er framöndan svona áður að sleppum ykkur? Herðu, ég er bara að fara að ferðast svolítið með þessum gaur á túrnum hans Já, Kalli, hvenær byrja túrin? Við erum að byrja núna 22. februar, það var fyrsta gig Og ertu peppaður eða svona Ég er á en æsi spenntur eftir 2 ár hérna heima En það var kósi eða ekki komast aðeins heim Þetta var búið að vera rosa törn á ykkur eða ekki bara í nokkur ár Yndislegt, kynntist þessari dömi hérna og verðum búin að vera túrum landið saman og bara frábært tími Hvað byrjið þið að túra? Seattle Sér á Vissla Það er aðeins
Hvernig lifum við ekki svona spennandi lífi? Hvað er það að gera í feb? Ég er að fara að túra, við byrjum í Shell Það er ekki að reyna Mér langar líka svo að fara Ég er að fara að stjórna bingo En hvernig hérna, þessi með túrin, er þetta að fara í, hvað er þetta, mánuður? Kemur það heim á milli eða þið? Alltaf til að byrja með alveg 3 mánuði straight og svo kemur eitthvað pása í 2 vikur svo aftur út í 2 mánuði og þetta er svona restin árinu bara. Við þurfum að koma út og sjá ykkur Hvaða staður eru eftir hann alveg tilvann fyrir auðvitað, hann að kasínóstaðurinn? Já, það var eitthvað Casino Resort í Kanada. Já, þeir eru að spila einum þannig stað Casino Resort í Kanada Bara velkomin, við fyrir saman Ég er on En það verður ekki Atlantic City Nei, þetta er alveg hljómsveit, þetta er ekki Atlantic City Hvað eru þið hérna 18-19. mars? Getið þið séð upplýsingar á það kannski? Já, býtu, það var Kíkt á þetta. Það myndi henda heldur vel að það var í Atlantic City. Já, það er aldrei Ekki svo Það er ég hvernig að skemmt í Atlantic City En sko, Auðun, ég hef heyrst að þú sést fárveikur spilafíkil. Nei, það er ekki satt Nei, ég sé hann gráta utan í hraðbanka sko. Það er hjekkir sem í hann. Það er ekki alveg að koma til Las Vegas. Við erum þar í byrjun mars. Byrjun mars Það er húki menn að skýta. Það getur verið á Við erum að fara til Atlantic City að sjá gaur sem að lék aukalhutur ekki í Everybody Loves Raymond að sjá stand-up, það eru svona skemmtadrinn sem eru í boði þarna í Atlantic City. Þannig að basically ef við myndum fara 2 vikur fyrr og breyta location og getum við fara á Kalli og tónungi leðinni. Já, ég segi bara breytum þessi kvelli. Við getum verið að hugsa þetta hrikalega gaman að fá okkur bæðinga í stúdíóið. Takk fyrir þetta geggjaða lag, en við ætlum að spila enn flottara lag sem heitir Cold Feet og til lukka með bæði lagið og myndbandi. Takk fyrir. Það held ég Love Tonight sjás. Við þökkum Bríetti og Rúben Kella fyrir komuna. Þetta var ekki einu gestinni sem við fáum í dag. Drottningin er farin, en við erum komin með kongin, King of Pop. Friki Dór, verður velkomin. Takk fyrir það. So many hits. Hit maskina, þess að segja. The King. Til hamingju með nýtt ball líka. Já, takk fyrir. Alltaf gerast hjá Kella. Gengur ekki vel. Þristurinn. Það er vel gert. Býtu, hvenær Var þetta óvart eða planað það? Já, þetta er nú óvart svona COVID-krakki. En þú veist, samt velkomin. Alltaf stemming, allir velkomin. Ég myndi segja annað hérna sko. Nei, hérna, já, slísabatt segiru. Já, en þú veist, samt ekki með, þú veist, þú veist, það er alveg herbyggi klárt fyrir hann og svona, skilur, þetta er alveg þannig inn í plönum en kannski aðeins fyrir en með ætlum. Já, fyrir hann krakkan, þetta er 3. stelpað ekki? Jú. Þú ert eins og Kobe, hérna heitinn sem eru 2 ár, djúðlega fljótt að líða. Þú ert Girls Dad. Yes. Ég er það líka. Já. En ertu nærða að sofa það? Ég, sko, kostunum við að komin í 3. er að þá er svo hérna solid afsökun að ég þarf að vakna og sjá hina 2. Já. Þannig að nætunar eru bara frí, sko. Sér bara það með hvaða herbyggi eða hvernig leysur þetta? Sama herbyggi bara? Já, sama, þú veist, ég segi ekki að ég sofi bara óslutið en svona, þú veist, maður svona er með aðeins meiri frípassa heldur en, þú veist, í gamla dag. Og svo líka bara þegar börn eru á brjósti og svona eina sem maður getur gert er bara að reyna einhvern veginn að halda friðinn og sækja hluti. Sækja eitthvað og svona. Já, maður er bara í því, sko. Það er mjög skrítið á þessum tíma að konaðin biður að gera eitthvað og segja nei. Já. Það er að sækja fyrir mig, hei. Já, og maður þarf passa sig að kvarta ekki neitt sko. Nei. Þú veist, ekki neitt sama hvað er að ekki kvarta. Mín stærstu mistök á ferlunum var held ég þegar kona mér kom með 9 mánuð á leið og ég var að kvart undan í Bauhaus og ég var í óþægilegum sokkum. Já, það var ekki ég var í svona sokkum, þau voru alltaf að fara niður fyrir það, við ekki lendi þú voru alltaf að stíga ógeðslótt en ég hef bara alltaf að halda kjafti. Já, þú voru að fá þið sokka með betri teygju. Já, ég hendi 100%. Ný plata á miðnætti, komin á Spotify. Hvað erum við að tala um mörg lög? Þetta eru 9 lög og hérna, en 2 vissulega áður útgefin, hérna, Hvílíkudagur og Segðu mér. Já, ágættis lög, þar á ferð. Fínustu lög og svo 7 brand new. Ég er líka fíla, þannig að tónlistamenn eru ennþá að hendi í plötur. Þetta er ekki bara að setja einn og einn hittara. Já, sko, það var einhver sem sagði mér eitthvað, já, þetta var náttúrulega búið þannig að rappararnir fóru að gera þetta. Kannski eru rappararnir að smita okkur hérna sem eldri erum. Já, þú veist, sko, það kom eitthvað tímabil að væri bara betra að henda út einum og einu singul og tónlistafólk vildi bara halda sér korrent og eitthvað svona, en ég spil plötur. Þetta er allt önnur svona pæling, sko, og hún er skemmtileg og líka sko að maður verður svo ógeðslega kvíðinn þegar þú ert bara með 1 egg í körfunni einhvern veginn. Það er bara, hérna er 1, þetta eina sem ég hefur upp á bjóða og svo bara
Anskotin, þetta hitt ekki Það er svo ömulegt. Þetta finnst mér þetta mjög áhugavert. Hefur átt lög sem þú sett út og ert alveg verið svona nokkuð pottitur að verða hittari en breykar ekki? Já, 100% sko. Bara eins og, þú veist, af því að maður er alltaf með þetta, þú veist, það er þessi sítenging við umheimin er hræðileg sko í þessu skilur. Þú veist, þú fegst þannig Spotify for Artists, getur fylgst með, þú veist, ef ég hefði gefið út Hvílíkur dagur og svo bara eitthvað ekki verið með það, þá hefði ég bara verið eitthvað, já, þeir eru nú að spila þetta drullu fínt í útvarpinu og þetta er bara, já. En þú veist, þú verið með þetta og þetta var bara, þú veist, og svo ertu náttúrulega með, þú veist, segðu mér fór bara eitthvað þvílíkt á staðan á Spotify. Byrju fyrir mig, hvernig virkar þetta Spotify Artist? Þú bara kíkir inn og sérð bara live tölunar updateast. Já, bara hvað margir að hlusta á það. Já. Og svo kom hann að Hvílíkur dagur. Og ert alltaf að kíkja það? Já, ég er bara, þú veist, ég bara lokka mig gjörsanlega út úr raunheimum þegar þetta gerist, sko. Ég er bara, sko, hræðileg. Þannig að, hérna, já, en þetta er að fara bara fínt að staði hjá okkur í dag. Já, ekki. En platan heitir Dætur. Já, Dætur, mjög fallið nafn. Dóttiðin Hún gerði cover artið, sko. Já, skrifaði. En hvað er óvæntasti smellurinn? Hefur komið lag sem þú hugsað, ég veit ekki en, jú, en svo allt í hennu? Það er náttúrulega, ég held við hljótum að setja sjómla á það. Já, það er það. Þegar ég og Pálmi vorum að ganga frá því upp í stúdíó og bara, þetta er nú meiri fucking saurinn. Og svo bara, number one. Meiri fucking saurinn. Þú var sveppið sér að hlusta. Meiri fucking saurinn. Ég er alveg sammála því. En geggja lag. Legendary songs. En af þessu plötu sem var að koma, þú veist, þessu nýju lögum, hvað heldur að verði the shit? Eftir, þú veist, hvað heldur að, alltaf eitt sem tekur fram á hinnum? Hvílíkur dagur. Þitt faglega gisk. Mitt faglega gisk á þessi nýju myndi ég setja sko, hort með sko, þetta er smá, sko, ég var að segja á hann, sko, líklegast til að fara Cozy Bleu. Já. Það er hérna Örmagna, sem er lag 3. Kerðu það beint inn, Bleu? Já, ég ætla að kerðu það beint inn. Það er ekki beint á Cozy Bleu, ég ætla að hlusta á það svona 2-3. Ég ætla að láta það vita í vikunni næstu hvort það hefur komist inn eða ekki. Ok, takk fyrir það. Örmagna. Ok, það er svona Cozy Bleu. Það er Cozy Bleu. Svo ef þú ætlar að fara bara, þú veist, eitthvað í tánið jafnvel, Tequila? Eitthvað, gæti gert það. Þá myndir þú negla í Eitt dans við mig. Ok. Featuring Hemmigun. Sko, ég ætla að spila það núna. Steindi ætlar að henda þér í hvort myndir freka með okkur. Tökum, það er föstudagur í liðun eitthvað. Ég ætla að leifa þeim að heyra Eitt dans við mig. I love it. Takk. Freki Dór og Hemmigun, tjekkum á þessu. Lagið búið. Rönn með Jónu Lúis og efstu á Cozy Bleu. Já, það var bara því að fyrsta lagi sem ég sett á Cozy Bleu. Það er geggjað lag, Freki. Já, ég segi að þú gefur Freka the great honor að fara á toppin þarna. Ekki annað að þriða sem þetta er bara beint á toppin. Jónu Lúis í annað og bara boom. En býtu, það er ekki þannig, það skiptir ekki máli hvaða lag er efst eða. Jú, það hlusta næst á efsta. Já, ok, ég set alltaf bara Cozy Bleu á og svo íti á shuffle. Já, það er þú en asshole. Skilur, flestir hlusta alltaf efsta lagið Bleu og vinna sér niður. Það er engin með shuffle. Það er engin í heiminum með shuffle. Shuffle? Ok. Ég verð að breyta þessu. Ég er með digga hlustendur þarna. Adele fór náttúrulega bara nánast í máli í Spotify til að breyta þessu með hana shuffle, sko. Þú veist búin að setja upp plötuna inn einhvern veginn. Þá var það stilt þannig að, þú veist, Spotify var einhvern veginn automatist á shuffle. Já, hún vildi að fólk myndi heyra söguna. Hún vildi dum. Það er svolítið gott samt að geta bara hringt eitthvað, jó. Já, græðið þetta. Þú er að breyta þessu vinnur. Já, en þú veist, þú ert Adele, þá getur það sko. Ég skilða samt að lögum, að raða plötunni rétt upp. Já, og flestir hlusta á efstu 3-5 lögin. Þannig að þú er að breyta þeim. Sko, veistu hvernig þetta er hjá mér? Þetta er bara nákvæmlega röðin sem lögin fór inn. Úff, Bleu. Já, hvað er þetta? Ok, þetta er bara, við erum að skóla hvernig annað til þetta. Þannig að Freki Dór á toppin er stórt og Cozy Bleu. Það er frétt, sko. Já, ég meina, ef Örmagna nær mér, þá fer það efst. Ég lofa því. En Steindi ætlaði að henda, freka með okkur í Kortmyndur frekar þig. Já, jú, ég ætla bara í Kortmyndur frekar, nýta það að Freki sé með okkur. Og ég ætla nú ekki að segja þetta sé alltaf því að Freki er hérna, en fyrsta spurningi tengist svo sannarlega söng. En þið svarið líka. Fyrsta spurning, aldrei að syngja aftur, drengir, eða aldrei að borða aftur. Og þá er ég að aldrei að borða, þá er ég að tala um aldrei að borða aftur. Þá sveltur ekki, heldur þú mátt ekki njóta þess að fá máltíð. Ég hugsa þetta bara,
þú verður alltaf nærður þú færið í æð eða í töfluformi já, kannski boost en þú mátt aldrei setjast nefn í hnífapur og njóta skilur að borða máltíð þetta er alveg skellur ekki aldrei sungið að þau sko já, þetta er léttast að svara í heimi fyrir mig ég sem myndi bara halda fram að borða og halda kjafti en það var þetta nú sami fyrir Frikka ég þarf ekki að svara þessu þetta er ekki alveg nöður fyrir mig og Frikka Dór sko þú talar ekki fyrir lögunum ég veit að Frikki elskar að fá sér smá rauðinsglas og góða steik þú veist, Frikki kann að njóta og hann búin að búa til hits ef hann getur sem bara fengið sér boost þetta er alveg vesen sko en þetta líka tengist náttúrulega hjá mér sko að því að sko ef ég hætti að syngja þá náttúrulega automatist hætti ég að fá okkur að borða þetta er vinna mín sko og fjölskyldan myndi líka svelta já þannig að þú þarfst að taka á þig bara ég fengi mér aðra vinnu skilur ég bara hef ekki ég vona að þú myndir taka það þetta er hugsunar þetta hljómaði bara yfir röddin færi þá er þetta bara game over for life þá er þetta bara búið nei, ég hugsi ég verða hægt að borða er það ekki? jú so many hits I enjoy making hits more than eating þetta er erfitt en ég ætla að segja aldrei að syngja aftur það var ekki að hugsa út í kvíðlegsrækjur og humar takk fyrir þetta næsta geti verið erfiðara fyrir ykkur drengir sjáum til þá er raun spurning byrja að reykja í 4 ár nei takk það hljómandi mjög vel, það er mjög sexy sko þá erum við að tala vinstan í hörðum væntalega ég væri kamelmaður já eða Væsó jafnvel er ekki til blár kamel hvað er ekki Salem? jú Salem Lights líka sko þið mættu ráða þú ert Salemstrákur ég var Salemstrákur varst ekki Capri maður Capri? nei mér finnst alltaf svolítið skrítið að sjá skil ekki máli Siggi Sigurðsson sem Capri maður já hann var það, hann er hættur líka, allir hættir finnst það svo mjóar og skrítnar eitthvað finnst ekki, orðan þannig, finnst það ekki kúlaður með Capri já sko þú getur nýtt hana vel hún er alveg 18 smókar held ég en allavega, byrja að reykja í 4 ár drengir þetta er alveg tími sko eða mega aldrei aftur á lífsleiðinni fá ykkur í glas ég myndi reykja í 4 ár það er staðfest, ég menna ef við erum bara hreinskilnir myndir þú reykja í það? við erum að tala pakka á dag, blár kamel já, ég erði bara að gera það ég geti hægt að drekka, það er ekki forever hægt að drekka í 4 ár þú væri líka geggjað með réttu sko þú ert réttukall sko nei, ég er ekki réttukall, ég hef aldrei reykt vinnu svolítið með svona 5 o'clock shadow og ég held að þetta sé erfitt fyrir mig og Egil Frikki, þú ert ekki að blöður á við hérna 3 nei, við náðum okkur já, þú veist, það er alveg gest og það er gaman og fjör en ég myndi, þetta er frekar easy samt ég myndi bara ekki byrja að reykja ég tók eitthvað tíma smók og þú veist, ældi næstu ég sé bara, en þú ert samt mest að fyllibittar en þinn já, en þú veist, ég er að hugsa bara hvernig ég get leist þetta sko get ekki tekið eitthvað annað bara en alkohól mjög fyndið að tala við náðu stundum flashback, 4 ára gamalt þá vorum við fullir hérna á græna hattinum á Snapchat 4 years ago today þú ert að syngja hérna drukkin skál fyrir þér skál fyrir þér og ég bara stóð nei, þú varst að Frikki stóð ég stóð ég heyrði ekki Frikki en hvað maður reykja mikið og hvað reykjur mikið á dag ég myndi segja að vera allavega 16 rétt eða sko 16 til 18 rétt tíma fyrir það það eru 20 hvað, 2 pakkar á dag? Tíma? Já, hvað er einu pakka? Þú reykir bara á leiðin í bílinn og eina á leiðin inn og þú er alltaf reykjandi sko Nei, ég myndi að hætta að drekka bara Ég get ekki átt við að reykja, það er bara mátt skóplaði Þetta er líka í ljósi framfara í óáfengum drikkjum sem samt svona eru svona substitute Já, ég meina þá ekki þess virði að byrja að reykja ískaldan bjór sem er 0,0% Já, ég hugsa hérna ljótt að segja ég hugsa ég myndi vera í áfengislausum bjór og ég er kannski smá svona jónukall Já, graskall Já, það er hassið Nei, ég veit ekki hvað er að segja þetta Síðasta Blöð myndi fara að Puff the Magic Dragon Það er eina funny Það var þriðja spurning Hún ljóma svona hvort myndið þið sofa með skjöld? Bleiu Skjöld Eða eiga í hættu að komist leys upp í rúmi Þú basically að spura hvort þú hefði gert rétt að það fyrir að setja bleguna Þá gefum okkur það ef við værum allir með Nóróveikina til dæmis eða einhvers konar bara með niðurgang einhverja pest það sem þú ert að gera með þessari spurningu þú ert að reyna að fá backup á það sem þú gerði þegar þú settið blega á þig Nei, það er nákvæmlega bara að ég basically að spura ykkur spurningu Ég er að gambling man, ég myndi ekki setja blega á mig Þannig að þú myndir taka Ég meina að það var allir fengið einhvern tímann niðurgang en það flækit allir í bleiu Ég er að segja bara slætinu skildi inn á sig og eiga þá ekki hættu á þessu Flest venjulegt fólk fer ekki í bleiu Ekki á það ekki Og hvað er þá? Svarið hjá einhver Ég held því sem allir saman Þú fyrir bleiu Nei, mér hefur aldrei bara dottið það í hug Steindi dottið það, fór í bleiu
Þetta var síðast. En þá hefur þetta fara bleiulaus út í búð að sækja bleiu í þinni stærð. Nei, hann setti 2 barnableiur saman, púslaði þeim saman og setti þannig fyrir raskatöður. Nei, hvað það búið til? Þetta er ekki 2 saman. Akkur þetta að búa, þú Hvernig kostu settur bleiuna? Hvað er þetta að tala um? Hvernig settur bleiuna? Hefur þetta einhvern tíma komið svona fram? Þú sagðir að sett saman bleiuna. Nei, ég hef aldrei talað um það. Ég talað um Var það bara 1 barnableia? Já. Tróstu í hér? Þú veit eftir leðilegum. Ég fæ svona stingi sko í heilan að vera með þér. En það sem ég er að segja við þig er að ég setti bleiu, ég tók hann aldrei í sundur. Hún er bara, þetta er bara, hún er bara Já, neða hana bara saman brotna eins og hún kemur. Já, setja hana bara Þú opnar hann ekki? Nei, og setja hana bara þannig inn á. En er ekki samt layer. En ytrabyrðið, er það ekki svona vassfráhrindi? Drekkur ekki í sig? Ég sammála frikka hana sko. Mjög skrítið sko. Ef þú vilt Ég held að hann opna hana bara skamma sig fyrir. Held ég að það sé betra Það sem inn í bleginu sígur í sig kúkin og allt. Góð pæling hjá Hitt frikka. held ég að sé vassfráhrindandi sko. Það hefði verið hræðilegt. Það er svona drift. Það gerðist heldur ekki neitt. Þetta var bara hugmyndin mér fekk mjög seint og nótt. En sko, málega er að já, ok, það er gott að vita. Ég fatt það ekki. Þetta er skellur. Ég fatt það ekki að Basically það hefði verið að gera þetta bara illt verra. Það er svona teflon áhrif einhver. Ég ætla bara ekki að vera ekki með bleiu og það kemur þá bara slís. Fara á klósettið. En nóg að þessu bleiutalan Steinda Frikki, alltaf gaman að fá því í heimsókn til hamingju með litla nýja barni og plötuna. Takk. Við hvetjum fólk til þess að fara á Spotify og hlusta á dætur. Íslendingar græddu á COVID þegar Frikki Dór fór í stúdíu og fór að semja. Það fylgir alltaf eitthvað gott með. Þetta er Post Malone og The Weeknd, One Right Now. Þeir að hlusta á FNÍ. Þetta er búið ekkert eðlilega fljótt að líða, drengir. Já, og 10 minútur í 6. Partí er búið. Já, kannski ekki alveg búið, en það er ekki mikið eftir að því. Búin að fá góða gesti í stúdíói. Takk fyrir Dór og Bríetti. Kærlega fyrir komuna. En talandi um partí sem vera búið, drengir, þá eru fréttunum það að COVID sem vera búið. Já, það eru geðveikar fréttir. Það er eitthvað sem margir eru að biðja eftir. Já. Hvað, en sko Þegar við erum með partí. Já, við erum með, sko, Bríett kom inn á hann. Við erum ekki eins og talað um þetta leikir. Maður er bara fastur einhvern veginn í þessu COVID-þunglindi. Við erum að fara að vera bara Við erum að fara að vera með rosalasta partí bara allra tíma. Og þetta geti ekki koma betri tímasendingu. Ef þetta stendst að þetta sé að klára sig. Ef að losnar allt í mars, lok mars, byrjun apríl fyrir páska, þá verður 10 ára afmæli FNÍ blöð stærsta partí þessara tíma því að það er í byrjun mæ. Það opnar í aprílana. Í Laugardalshöll. Það var great timing. Og við erum þess að búin að við viljum ekki segja að það eru komnir nokkrir leynigestir. Já, það er alltaf bætast við. Það verður allavega, þetta var álur partí. Scooter, Basehunter, Bríett, hvað voru að tala um, Aron Kahn. Þetta er álur line-up. Og við líka maður. Já, og Sverrir Bergmann og Jóhann Guðrún. Og líka bara 10 ára afmæliskonsepti, sko, blöður afmælisblöð. 10 years á tökkunum. Ég verði náttúrulega ekki að tökkunum í höllinni. Kannski eitthvað. Já, það ekki, verði ekki að taka hana. Bara að hugsa út í eitthvað svona, því að við erum ekki eins og verið á þjóðhátíð í 2 ár. Hversu stúrla verður að vera í höllinni? Skulum ekki jinxa þetta, en ef þú opnar í mars-apríli svo Þórólfur segir að þessi hjarðónum er komin miðan mars og hann passa sig vilt hvað hann segir. Þannig að sko en samt eins og Steindi sagði hann, það hlýtur einhvern tímann alltaf að verða eðlilegt aftur. Já, getur ekki ef við náum hjarðóna með hann það þýðir bara þessi game over. Veitu hvað ég er að hugsa núna, drengir? Ég er að hugsa núna bara momentið eins og ég sé þetta fyrir mér, bara gott veður, svona 20 gráður, 25 miðja mæ, við getum verið gott veður miðja mæ. Já, við skulum ekki fara að treysta á veður. Nei, við erum hefnir. Nei, veitu, leið mér að segja, ég var að segja eins og ég sé þetta fyrir mér, 25 gráður, jafnvel 30, svona hitamett á Íslandi. Það var rosalegt. Þú mættur svona 3 daginn í dagdrykkju fyrir utan, það er allt í gangi. Síðan opnast inn og þá byrja kvöldið, ég sé þetta verður festival, afmælis festival. Ég sé það hann fyrir mér. Ég er peppast. Ég líka. Ég hef aldrei sungið í höllinni. Getur ekki fengið eitthvað pálmatri? Ég heldur rosalega að heyra blöð syngja í höllinni. Nei, það er náttúrulega enginn að mæta þannig til að heyra mig syngja, sko. Fólk er að koma bara í stemmingu. Þú ert stemningsmaður. Svona saman svo á þjóðhátíð, það er ekki að bíða eftir að heyra söngin okkar, sko. Það er bara að reyna að halda stemmingu á sviðinu. Það þarf að stakka út í krátið. Láta bera þig svona út. Þetta er 10 ára afmæli FNÍ blöð, þú ert blöð.
Þú ert alltaf að fara að henda þér hérna út í gráti sko. Er það ekki það? Ok, ef að stemmingin verður rosaleg Hvað kallast þetta? Er hann ekki í bát og hann fer alveg aftast og aftur upp á svið? Nei, það er það sem er að fara að gerast. Á uppslasnum gúmmibát, það gerist það. Góð. En haldið að verið þjóti? Já, náttúrulega var búið að þjóti. Já, sko, ef málið, sko ég segi, við vonum sem ekki hendi eitthvað Monster Jinx, sko bara passa hvað ég segi, menn ef þetta stends, þetta plan, já, þá verður þjótið og það verður ballið okkar og allar... Ballið okkar? Er þetta kallað þetta ballið eftir í höllinni? Já, það er bara, þetta er partí. Já, þetta er bara partí. Já, þú veist, þetta er ammali. Já, ball, partí, þú mátt bara kalla það hvað sem er. Ég kalla þetta party of the decade, sko. Já, þetta er hár rétt. Hvernig er helginni okkur drengir? Við byrjum þér eil. Hörðu, eitthvað framöndan hér? Nýkomin heim og svona? Ég var í dýrustu Tenerife ferð sögunar, en ég þarf að vinna núna helgina og næstu mánuði. Þjálfa og senda tölvuposta bara? Já, bara líka alltaf janúar og ég ætla, veist, það margir að rífa sig í gang, þannig ég bara aðstofa fólk koma sér í form og svo er ég með ykkur hérna inn á milli og svo er ég að skipta kúkablöðum heima. Já, bara spennandi líf. Steindi, hvað er helginu þér? Við erum ekkert að kikka, það var búin að cancela því. Það er að kempa hreindýr. Rólegir og alltaf að kempa hreindýr. Ég veit það ekki. Ég hef aldrei heyrt þetta bara í samanlega setningu. En nei, það sem, þetta er róleg helgi hjá mér. Já, ég bara er að fara í afmæli til litla frænda mín sem er 11 ára gamall á morgun. Ok, spennandi. Og svo bara rauðvín og... Já, rauðvín. Það er að enter the world, þetta er gaming time. Jú, ég sæna með eitthvað inn og þetta er bara, ég er bara að fara svona familjast, sko. Já, ég held það. Talandum að familja, sko, Teddy, hann er hákall og kvala óður. Hann kallar hendur allt Baby Shark. Ef það er fiskur þá kallar hann Baby Shark. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað sem maður áhyggjur af því að hann verður 30 ára árinu, hann hlýtur að fara að tala drengurinn. Baby Shark er alltaf ekki eðalega gott lag sko. Já, hann elskar þetta og hann elskar bara ef hann sér hval eða hákall einhver staðar á Peppastan. Við erum bara að fara með hann í hvalasafnið á morgun. Já, síðan hann var allpeppast þar. Já, ég held að verður mjög ánægð með það. Hvað er hvalasafnið? Það er ógeðslega gaman að fara á. Það er á Granda eða ekki? Jó, ég er farið nokkuð sem það er mjög skemmtilegt. Þannig að það er til hvalasafn á Íslandi sko, ekkert partí, ekki gig eða neitt. Það er alveg life size hvalur. Það er stóðis. Já. Ég er á leiðinni. Þetta verður peppar. Annars bara þökkum við kærlega fyrir hlustunum í dag. Við minnum á blökastið sem er á þriðjudaginn. Það er í mynd og Steindi reynir við 10 pulsur. Já, hann misti það út úr sér í hér. Hann getur léttilega getið 30, skoðum sjá hvað hann getur getið 10. Þið sjá það á þriðjudaginn. Og ef þið eru ekki áskonundur þá getur þið tryggt ykkur inn á fm95blö.is. Góða helgi. Takk fyrir, eins og sagði, hlustunna og takk fyrir mig. Já, íslenska landslið. Ég veit að það eru nokkrir í handboltanum sem hlusta á þáttinn. Bara takk fyrir okkur. Takk fyrir frábæra skemmtun. Áfram gakk. Við drullum okkur sem bara háa, menn það er ekkert vesen. Já, við mætum hanga. Takk fyrir okkur.